Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir. Og ég heiti Danni. Og hjá okkur í dag Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, og við ætlum að ræða hér viðræður sem að hafa staðið yfir við samtök sjálfstætt starfandi skóla. Og það var sláandi að sjá minnisblað Eflingar sem var lagt fram stöðuna, en þar kom ýmislegt fram sem að minnir á tilraun til félagslegs undirboðs og ýmislegt þarna sem að virkilega svona, sjokkerandi að sjá, og ég bara verð að viðurkenna að ég svona átta mig ekki alveg á því hver staðan og hvert markmiðið og svona þarna starfsfólk sem að inni á skólum og sinnir gríðarlega mikilvægu hlutverki, og sjá í rauninni það sem að samtökin að leggja fram kemur á óvart, og ég veit ekki hvort það kom á óvart, það bara mjög erfitt að sjá þessa þætti sem nefndir þarna í minnisblaðinu, og satt best að segja þá ýmislegt þarna sem að minni mig svona á svona svokallaða núllsamninga sem að hafa verið gerðir og svona kannski með það að markmiði að ekki beint að fókusa á réttindi starfsfólks, heldur meira á fjármagn sem að hver stofnun hefur til umræða, og þannig ég vildi að spyrja þig út í þetta, Sólveig, svona stöðuna og þá þætti sem að koma fram í þessu minnisblaði, bara hvernig þetta blasir við þér og hver staðan núna. Ok, takk bara kærlega fyrir að síns áhuga. Þetta náttúrulega bara mjög ömurlegt mál. Það eiginlega bara orðið sem ég þarf að nota á þessum tímapunkti. Við erum búin að vera lengi í þessum viðræðum, mánuðum saman, í bara hálft ár, held ég sé að fara rétt með, og við náttúrulega töldum að þegar að þessum löngu og erfiðu viðræðum, verkfallsátökum og öllu var lokið, fyrst við borgina auðvitað, svo líka við sveitarfélögin, en hér erum við náttúrulega kannski aðalega að fjalla borgina vegna þess að þetta kjara umhverfi á að vera hérna svona samræmt, ef ég nota það orð, þá auðvitað bara héldum við værum þá að fara í svona frekar svona einfaldar viðræður, og að niðurstaða myndi nást frekar svona fljótt og örugglega, en það hefur nú aldeilis ekki verið svoleiðis. Við erum með kröfu það að við gerum sem sagt raunverulegan kjarasamning, og staðan sú eins fráleit og það má vera að fólkið okkar, félagsmenn Eflingar sem að starfa hjá samtökum sjálfstæðra skóla, það bil 300 manna hópur, fyrst og fremst konur, eins og bara gerist og gengur í þessum bransa, svo ég noti það orð, hafa bara verið kjarasamningslausar árum saman. Það var kjarasamningur til fyrir dálítið löngu síðan, einhver svona í kringum 2005-06, þá vorum nokkra ára skeið raunverulegur kjarasamningur gerður með þá vísun í samningi með borgina, svo bara hætti það, og ég þekki þá sögu bara ekki alveg nógu vel, og þá var þetta mál bara leyst með því að samtök sjálfstæðra skóla sendu frá sér svokallaða einhliða yfirlýsingu. Ég ætla að fullyrða að ástæðan fyrir því að það hefur einhvern veginn fengið að viðgangast eftir þetta hópur láglauna kvenna, en ef við bara hugsum hversu frálegt það að þetta sé stór hópur sem hafi ekki haft árum saman tækifæri til þess að koma að því að búa til kröfugerð, koma að því að mynda samninganefnd, koma að því að gera allt það sem skiptir ótrúlega miklu máli í því vinnumarkaðsumhverfi sem við búum við, og sem bara á endanum líka bara lýðræðislegur réttur vinnuaflsins. Þessi hópur, þessar konur hafa bara ekki fengið að gera það. Þannig að við erum sem sagt í þessu umhverfi sem svona bara arfleið ástand sem hefur fengið að ríkja, og áttuðum okkur bara satt best að segja ekki á því að það geti búið til svona mikla þvermóðsku, þessi sjálfstæða og eðlilega krafa að nú myndum við bara búa til raunverulegan kjarasamning sem auðvitað engu að síður myndi bara taka eftir þeim samningi sem við gerðum í borgina. Þannig að við vorum ekki að fara fram á eitthvað svona stórkostlegt uppnám eða eitthvað svoleiðis. Okkur fannst þetta bara vera eðlilegur og sjálfsagður hlutur. Svo hafa bara allir þessi mörgu mánuðir liðið, og ég auðvitað þarf að tala
að einhverju leyti varlega vegna þess að ég er bundin af lögum stéttarfélög og vinnudeilur og á að geta trúnaðar það sem á sér stað við samningsborðið. En á þessum tímapunkti þá náttúrulega get ég bara ekki annað heldur en að lýst því sem hefur gengið á með eins svona opinskáum hætti og ég treysti mig til og við höfum bara verið, við höfum bara orðið vitni að bara ótrúlega svívirðilegum vinnubrögðum þar sem að við þurfum bara mánuðum saman að hlusta á bara oft bara einhvers konar heimspekilegar vangaveltur bara mitt og þetta og svo framvegis. Hlutinni geta ekki verið svona hinsegin og við erum bara ótrúlega einbeitt og við höfum verið mjög málefnalega í þessu, verið lausnamiðuð og svo framvegis. Bara mánuði líða og svo erum við núna þá komin á þennan stað að loksins þá dregst upp úr þessu fólki hvað vilji þeirra raunverulega og hann svo sannarlega ekki að gera við okkur einhvern veginn bara eðlilegan og góðan kjarasamning og ég ítreka sem snýst ekki neitt annað en að ganga bara frá samningi sem að tekur þá eftir Reykjavíkurborgarsamningnum heldur koma þetta fram með bara þetta sem að þú bara réttilega kallar tilraun til félagslegra undirboða. Það bara ótrúlegt og þetta var bara raunverulega sjokkirandi þó að auðvitað hefðum við verið búin að átta okkur á því fyrir einhverju tíma síðan að þetta væri sennilega í uppsiglingu. Þá var samt alltaf hjá mér allavega svona vonin til þess að þau myndu bara ákveða að fara ekki í þessa fráleitu vegferð en í það minnsta kröfurnar sem að þau loksins setja fram 7. október eru til dæmis að þau vilja geta sett bara alla í tímavinnu. Það að vera í tímavinnu kannski réttlætanlegt þegar þú ert í mjög litlu starfshlutfalli, mjög litlu, en fyrir manneskju sem að hefur sem þetta bara aðalvinnan hennar, þetta bara hennar sannarlega starf, að vera í tímavinnu bara hrikalegt. Þá missiru bara veikindarétt, bara mjög alvarleg réttindaskerðing sem það á sér stað. Þau vilja auðvelda uppsagnir, þau vilja komast undan því kerfi sem viðhaft að veita áminningar og gefa fólki tækifæri til þess að bæta sig og svo framvegis, sem líka bara að mínu viti bara mjög mikilvægur bara réttur og bara fáránlegt að einhvern veginn að halda þessi bara að taka hann af fólki. Svo það sem að ég líti á sem eitt af því alvarlegasta sem að þarna ætlaðu að fara í að skerða réttindi fólks til ávinnslu í fæðingarorlofi og aftur segi, þarna erum við náttúrulega fyrst og fremst að tala láglauna konur og þarna að fara í svona sérstaka aðfra þeim þegar þær dirfast að verða óléttar að fara í fæðingarorlof, konur sem að vinna, við að passa börn annarra. Þarna, ef þau fá þetta í gegn sem að þau vilja, þá myndu þau vera að tala þarna kjaraskerðingu sem að jafngildi það bil 75.000 krónum ásamt líka tapi á bara öðrum áunnum réttindum og fyrir þennan hópur þetta bara veruleg fjárhæð, bara kemur ekki til greina að samþykkja neitt svona. Þau vilja jafnframt bara fara í verulega skerðingu á veikindarétti og aftur segi fyrir þennan hóp veikindarétturinn eitt af mikilvægasta sem þú hefur. Launin eru mjög lág, þannig að það að vera með góðan veikindarétt, það líka mjög mikilvægt bara vegna vinnu umhverfisins. Ég þekki það bara sjálf eftir að hafa starfað lengi í leikskóla, að ég meina þegar þú fyrir að komast á léttasta skeiði eins og við orðum það, upp úr fertugu, þá ferðu bara að finna fyrir bara alls konar bara vandamáli sem tengist heilsunni sem bara tilkomin út af álaginu á líkamann og líka bara á sálina. Þannig að það hafa góðan veikindarétt. Það bara algjört grundvallaratriði. Þannig að þetta svona að það helsta sem þau ætla sér að gera en það eru þarna fleiri svona atriði líka. Þannig að við erum bara á þessum ótrúlega stað og ég verð að segja að eftir bara það sem á hefur gengið síðasta haustu, síðasta vetur, það sem Efling félagsmenn Eflingar fóru fram í þessi stórkostlega mikilvægu baráttu að fá loksins bara svona sýnileika og viðurkenningu á því að það væri risastór hópur af mestmegnis konum sem ynnu þessa grundvallar vinnu sem gerir allt annað kleift í samfélaginu að þær loksins yrðu svona bara viðurkenndar og fengið þessa svona leiðréttingu sem við köllum að við séum svona núna á þessum stað að vera komið í eitthvað fæt yfir einhverju svona við hvað
fólk sem að að reka skóla og leikskóla það bara ótrúlegt. En því miður, þá bara geta alls konar ótrúlegir hlutir gerst og það kannski líka bara, ég veit ekki, einhver já, það einhver reynsla. En ein reynslan af því sem að nú að eiga sér stað í þessu. Þannig að já, þetta svona stuttasagan. Takk hérlega fyrir, já, þessum tíma líka í kjarabaráttunni þegar við lítum yfir síðustu mánuðina og sjáum þennan það sem hefur gerst og við svona lítum tilbaka og fögnum því sem að gerðist á síðustu mánuðum og þetta sýnir okkur samt að það þarf að standa vörð þau réttindi sem að við svona héldum að væri þarna búið að ná fram, en það greinilega ekkert eitthvað sem að við getum bara staldra við og hugsað, já, þetta þarna komið, orlof og alls konar svona veikinda dagar og réttindi, það eitthvað sem þarf greinilega alltaf að standa vörð líka. Og ég held náttúrulega auðvitað við hér sem að tölum saman í þessu samtali auðvitað vitum þetta, ég meina þetta sem að því miður margir telja sé bara einhvern veginn svona gjöf frá Guði náttúrulega komið til okkar vegna þess að risastór hópur vinnandi fólks öldum saman barðist á hverjum einasta degi og færði greiðlega fórnir til þess að fá þó þessa hluti. En því miður þá þetta náttúrulega bara barátta sem að, þú veist, þarf að eiga sér stað, bara pretty much á hverjum einasta degi og þú veist, já, ég meina það líka ótrúlegt að hugsa til þess eftir allt sem gengið á síðasta vetur og svo núna í þessu COVID ástandi, þar sem ástandið einmitt inn á þessum stofnunum þú veist, verra, erfiðara en það hefur verið, þú veist, út af bara því að þú ert þarna í stöður í smithættu, þú getur ekkert komist hjá því að vera í samneyti við annað fólk, þú getur ekki unnið heima, þú þarft að sótthreinsa constantly, þú veist, börnin foreldrarnir geta ekki komið inn á vinnustæðina, þetta var endalaust auka álag og ná starfsfólk sem var þegar undir gríðarlegu álagi. Þannig að líka, ef við tökum bara svona siðferðilega vinkilinn inn, sko, við tökum bara svona siðferðilega vinkil að vilja fara í þetta á akkurat þessum tímapunkti, það ótrúlegt. En mér langar kannski aðeins að nota tækifærið bara til þess að líka benda á hversu frálegt það að halda að það sé hægt að fara að skrifa undir samning við þetta fólk sem að taki ekki eftir Reykjavíkurborgar samningnum. Í fyrsta lagi þetta náttúrulega bara sko algjörlega sama starfsumhverfið. Skólarnir sem að við erum með fólk, það 22 skólar þar sem að við eigum fólk sem eru félagsmenn í og af þessu 22 eru 20 skólar sem eru starfræktir á höfuðborgarsvæðinu, hjá Reykjavík réttara sagt, inn í Reykjavík. Þannig að auðvitað liggur bara eins beint við og hægt að hugsa sér að þarna sé bara direkt tenging á milli, en það náttúrulega ekki bara það sem ræðir, heldur eru þessi skólar fjármagnaðir að langmestu leyti af sjóðum Reykjavíkurborgar. Og ég spyr ykkur sem stjórnmálafólk í borginni og bið ykkur að spyrja annað stjórnmálafólk í þessari borg, hvort að það sé einhver pólitísku vilji fyrir því að fara að nota sjóði borgarinnar til þess að standa í félagslegum undirboðum í rekstri sem að snýst það að gæta og mennta lítilla barna. Ég veit hver ykkar skoðun held ég að nei, það kemur ekki til greina, en ég held að það er mjög mikilvægt að þið notið ykkar plattform og spyrja þessara spurninga og reyna að knýja á svör af því þú veist, þetta er ótrúlega alvarlegt mál og ég ætla bara aftur að segja að ég leyfi mér að fullyrða að þú veist, fólki dettur svona vitleysa í hug af því að þetta eru láglaunakonur í umönnunarstörfum og einhvern veginn virðist svo vera að það er alveg sama hvað við tölum oft og hátt og mikið þessi mál, þá bara því miður rosa stór hópur sem bara heyrir ekki og hlustar ekki. En ég get ekki ímyndað mér þessi neitt pólitísku vilji fyrir því að fara í þessa vegferð. Ég bara vona til Guðs að svo sé ekki. Núna líka rosalega mikið talað einmitt að það þurfa að standa vörð grunnkerfin, það megi ekki fara í neitt niðurskurð neins staðar, það einhvern veginn þessu orðræða hjá stjórnmálafólki að það sé búið að sammælast það á tímum COVID að það verði engin niðurskurður, það verði tryggt að því að hlúa að grunnkerfum og starfsfólki og störfum og það allan að ljóst hjá okkur að borgarsjóður mun ekki koma að því að fjármagna félagslega undirboð, það stendur bara alls ekki til greina. Það sem við þurfum að gera að tryggja að það sé meðvitund hvað það er verið að leitast við að nota peninga borgarinnar í, en einmitt allt þetta tal svona
hvernig ríkisstjórnin og sveitarfélög hafa verið að tala einhvern veginn að vinna betur að því að tryggja að það sé verið að vernda réttinda á vinnumarkaði. Nú erst þú kannski meira inn í þessu, Danni. Hvað segir þú? Já, mér langaði einmitt að koma inn á það svolítið og spyrja þig, nú birtist opið bréf frá ykkur Agnesku varaformanni Eflingar til Ásmundar Einars Daðasonar, févítiskröfuna á launaþjófnað, févíti á launaþjófnað, þannig að atvinnurekendur geti ekki bara einfaldlega sagt úps og láti peningin tilbaka ef svo ber við. Hver staðan á þessu máli? Geturðu sagt okkur eitthvað frá því? Já, algjörlega. Ég skal algjörlega segja frá því. Það er einn punktur sem ég ætla bara aðeins að tróða að varðandi þessa fráleitu deilu sem við erum í núna. Það að þetta tíðkast, að þetta sé gert svona, að það sé sem sagt fyrirtæki eða stofnanir sem að séu rekin fyrir almannafé að mestum hluta en að heyri þó ekki beint undir hið opinbera, að það séu gerðir auðvitað, bara sérstakir samningar sem að taki eftir samningunum sem eru þá gerðir hjá hinu opinbera. Við erum búin að fara í gegnum samningaviðræður við Sorpu, við erum búin að fara í samningaviðræður við Orkuveituna, við hjúkrunarheimilin, á engum af þessum stöðum. Þrátt fyrir að ýmislegt séu þetta rætt og við getum þrasað og deilt og haft deilda meiningar hitt þetta, á engum af þessum stöðum mætti fólkið í samninganefndinni tilbúið til þess að láta sér að detta til hugar að við verum að fara einhverja kjaraskerðingu, þjófnað á veikindadögum, áunnum réttindum, bara svo að það sé sagt. Þannig að við erum að horfa upp á algjörlega uník rugl varðandi SSK. Og eitt í viðbót sem ég verð að segja með það, þar náttúrulega SSK með samtök atvinnulífsins sér við hlið og ég get ekki annað en láta mig detta til hugar að það kannski hafi veruleg, jafnvel töluvert mikil áhrif á stemninguna. En já, svo að ég dembi mér þá ég svara þessu með févítismáli. Nú það svo eins og þú veist, Danni, verandi partur af þessari baráttu allri bara frá upphafi, að við höfum bara frá því að við komum inn í Eflingu og fórum svo í að útbúa kröfugerðina og í viðræðurnar 2018 lagt rosalega mikla áherslu á að launaþjófnaður verði upprættur á Íslandi. Við erum í þeirri baráttu vegna þess að launaþjófnaður bara mjög raunverulegt vandamál fyrir félagsfólk Eflingar. Þetta ungt fólk og svo þetta náttúrulega aðalega aðflutt fólk sem lendir í þessu. Og þetta náttúrulega eins og þið bara viti, ef þið hugsið bara hverja þekki ég sem hefur lent í launaþjófnaði, þá eru það ekki meðlimir millistéttarinnar eða fólk sem þar fyrir ofan. Þetta verkalánafólk, þetta fólk sem tilheyrir jaðarsettum hópum í samfélaginu og svo framvegis. Við tókum þennan slag þarna 2018 og 2019. Samtök atvinnulífsins stóðu algjörlega bara harð ákveðin í því að láta þetta ekki fara inn í kjarasamninginn. Þannig að niðurstaðan var að þetta fór inn í hinn svokallaða loforðapakka stjórnvalda og þar undir liðunum sem að snúa að ástandinu á vinnumarkaði og svo framvegis. Svo hófst vinna á vegum félagsmálaráðuneytisins. Þar var ASÍ inni fyrir hönd hreyfingarinnar svokölluðu. Sú vinna hún skilaði engum árangri þegar það kemur að þessu févítismáli og það var vegna þess að samtök atvinnulífsins stóðu algjörlega bara forhert gegn því að þetta yrði gert. Við erum þá núna bara á þeim stað að setja bara fram þessar rosalega bara markvissu kröfu þá á bara þann ráðherra sem að sannarlega með þetta mál á sinni könnu og auðvitað bara á stjórnvöld og hugsa eitthvað hneykslið að þegar samtök atvinnulífsins fara í sína fjárkúfunar herferð, þykjast alltaf að segja upp kjarasamningum, þá bregðast stjórnvöld við og koma með eitthvað sérstakann stöðningspakka við lífskjarasamninginn, en þetta atriði ekki þar inni. Þetta atriði sem þó kostar ríkissjóð ekki neitt og raunverulega tekið aukandi fyrir ríkissjóð vegna þess að þú borgar náttúrulega skatta og gjöld af þeim launum sem þú færð, en ef þú færðu ekki þá getur ekki borgað skatt og gjöld af þeim. Þannig að þetta nú enn eitt svona
en einn svona kennslustundin og afhjúpunin sem við erum að verða vitni að hér, í það minnsta. Þannig að hvað höfum við þá eftir? Jú, við höfum lýðræðislega kjörna fulltrúa sem að sitja á Alþingi, ekki bara sem þingmenn, heldur sem ráðherrar yfir málaflokki og krafan þá bara núna að sá ráðherra sem að fer með þetta mál komi bara með lausnina sem við viljum sjá, sem að sektarheimild verði gerð, þannig að þegar við sendum út kröfurnar fyrir hönd okkar félagsmanna, getum þá bara jafnframt lagt á sekt sem að sé þá bara 100% af höfuðstólnum. Það sé bara mjög skammur tími sem að sé þá til reiðu fyrir þann sem að tók launin, stallaununum, til þess að ganga frá þessu máli. Þetta er bara, já, hvað ég var að segja, þetta er mjög svona þekkt aðferð, sektaðferðin, fólk sektað ef það gerir eitthvað sem það á ekki að gera. Þannig að þetta er svona time-tested method. Ef við ekki bara prófa hvort þetta virki ekki í þessu máli eins og þetta virkar í mjög mörgum öðrum málum og þá getum við kannski komist á þann stað að það væri ekki lengur staðreynd að 100 milljóna væri stolið af ári hverju. Við erum að tala risastóra fjárhæðir. Við erum að tala að frá árinu 2015 til 2019 meira en milljarði stolið bara af eflingafólki. Ég veit ekki hvernig tölurnar eru í félögunum hringinn í kringum landið, en það sem ég veit þó er að þetta er mjög raunverulegt vandamál á túristasvæðunum. Þannig að við erum að tala eitthvað miklu meira en þannig milljarð. Já, ég meina, þetta er staðan eins og hún er núna og ég ætla ennþá að leyfa mér inn í hjartanu á mér að trúa því að við munum fá þetta. Af því að það er of klikkað. Það var þá ekki að uppfylla þetta loforð sem okkur var gefið. Og auðvitað munum við náttúrulega bara aldrei sætt okkur við það. Aldrei nokkuð tíma. Nákvæmlega. Maður spyrjaði svona, vorum við búin að fá að sjá einhverja svona tillögu að einhverju svona févítis? Var ekki búið að koma fram eitthvað? Ég veit ekki hvort þetta hefur birst eitthvað opinberlega. Við höfum náttúrulega bara fjallað þetta á fundum hjá okkur, þannig að þú náttúrulega hefur séð þetta bara sem stjórnarmeðlimur. En við viljum bara að sú útfærsla sem að Halldór Grönwald lagði til inn í þessum hópi sem að félagsmálaráðuneytið starfrækti, að hún verði ofan á. Hún er bara mjög góð, hún er mjög skýr. Þá erum við bara komin með heimild til þess að fara í það að leggja á sektir. Sú fjárhæð, hún skilar sér þá til manneskjunnar sem hefur orðið fyrir launaþjófnaðinum, en auðvitað erum við að þessu til þess að uppræta launaþjófnaðinn sjálfan. Þannig að þetta verði ekki bara raunverulega einhvern veginn ekkert mál, vegna þess að staðan núna er sú að ef ég er forhestur atvinnurekandi og ég er með sönnu í vinnu, þá borga ég henni ekki að fullu það sem ég skulda henni fyrir að hafa fengið að kaupa vinnuafleiðunar af henni. Hún kannski fattar það, kannski ekki. Ef hún fattar það, þá fer hún til Eflingar. Efling sendir út kröfu. Það tekur ótrúlega langan tíma oft að ganga frá þessu málum. Það getur tekið mörg ár og Sanna kannski að vinna með fullt af öðru fólki sem lendir í því sama, en það að hún sé búin að koma, það gefur okkur enga heimild til þess að fara að innheimta kröfurnar fyrir hina. Það þarf hver og ein manneskja að koma sérstaklega og svo framvegis. Þannig að raunverulega erum við farin að lýsa þessu þannig að Efling er með 10 manna kjaramáladeild af fólki sem gerir ekkert annað allan daginn, er á fullu undir gríðarlegu álagi og kafi í vinnu að reka einhverja svona launaleiðréttingadeild fyrir atvinnurekendur. Ég meina, hugsið ykkur bull. Hugsið ykkur incredible bull. Þannig að þess vegna ætla ég að leyfa mér að trúa að þetta verði leyst. Vegna þess að þetta er svo fráleitt og þetta er svo klikkað að manneskja með snefilega siðferðiskennd mun ekki geta sagt við sjálfa sig, nei, ég ætla bara ekki að leysa þetta vandamál. Og ég ætla að trúa því ennþá. Þangað til annað kemur í ljós að siðferðiskendin sé til staðar hjá fólkinu sem getur lagað þetta og þau muni gera það. Við trúum því svo sannarlega með þér og við þökkum þér kærlega fyrir komuna og höldum áfram gegn launaþjófnaði og félagslegum undirboðum. Takk kærlega fyrir Sólveig Anna Jónsdóttir. Takk fyrir að fá mig. Sjáumst. Yes. Bye. Yes.